Komið þá blessuð og sæl og velkomin í guðsjónustuna til okkar í kvöld og ég verð nú að hrósa það gaman hvað eru margir. Það var nefnilega heldur fátt í sunnudagaskólanum þó að það hefði verið góð stemning að því að veðri svo stórkostlegt að það ekki allir sem að tíma því að vera inni í kvöld. En það gerir þið og við erum hér komin til að sækja samfélagi trúna, sækja í bænina og í anda Guðs en þessi messa í kvöld, hún með svona yfirskriftina heilagur andi eða það eru textarnir þeir fjalla heilagan andi og við ætlum aðeins að velta honum fyrir okkur bæði í gegnum söngvarna en líka í gegnum textana sem við heyrum og predikunina. En við skulum hefja þessa stund formulega á því að signa okkur og segja í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. En áður við förum upp að spænna þá svolítið gaman að þeir voru náttúrulega okkar menn hérna Væp bræður að keppa í gær og stóðu sig ótrúlega vel, held ég getum verið öll sammála en þeir áður en þeir unnu keppnina þá komur hérna í kirkjuna og töluðu við úlingan okkar og hann var með mjög flotta predikun hann Hálfdán að Jesús með okkur og hann talaði lífsins storma og þegar Jesús stilti storminn og í hvetningu, þetta inn á Facebook síðu Lindakirkju, svona 4 mínútur, svona hugleiðing og það svo skemmtilegt hvernig við lifum í dag. Hann Björn sem að sér útsýninguna, hann klippti þetta og setti þetta á netið og það 11.000 búin að horfa á þetta núna og eitthvað 90 manns búin að deila þessu og kona mín var stödd í gær þar sem að hún var að labba og þá voru konur 30 að tala saman. Heyrðu, ég hélt bara að þessi væpstrákar að þeir væri einhverju trúðar sko. Það alltaf svona rosa klæðir en svo bara datt inn einhverja predikun, þeir eru bara djúpt hugsandi maður. Það svolítið skemmtilegt og hérna, mér okkar bara deila þessu, þetta svo skemmtileg saga. En við skulum fara með upp á spænina og leita þess Guð sem við komum til að hitta. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú Guð Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Now
Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Dýrð sé Guði í upphæðum, og ég bið ykkur sem auðvelt með að rísa á fætur, og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnunum. Og þá syngjum við saman Þig lofar Faðir, líf og önd. Ég sagði að, þið með fá okkur sæti, ég sagði áðan að textar dagsins fjalla andan og hér fyrsti úr bók Esekiel, þar sem okkur lofað að Guð muni gefa okkur gjafir og þær eru svona. Ég mun gefa ykkur nýtt hjarta og leggja ykkur nýjan anda í brjóst. Ég mun taka steinhjartað og líkama ykkar og gefa ykkur hjarta af holdi. Ég mun leggja ykkur anda minn í brjóst svo að þið farið eftir boðum mínum og haldið reglur mínar og framfylgi þeim. Þið skulu búa í landinu sem ég gaf feðrum ykkar og þið skulu vera mín þjóð og ég skal vera Guð ykkar. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Og pistillinn úr Jakobsbréfinu, fjallar líka gjafir. Sér hver góð gjöf og sér hver fullkomin gáfa ofannað frá föður ljósanna. Hjá honum engin umbreyting né flöktandi skuggar. Hann ávallt hinn sami. Hann ákvað að láta orð sannleikans vekja okkur til lífs til þess að við skildum vera frumgróði sköpunar hans. Viti þetta, elskuð systkin. Hver maður skal vera fljótur til að heyra, seinn til að tala, seinn til reiði, því að reiðimanns ávinnur ekki það sem rétt í augum Guðs. Leggið af hvers konar saurugleik og alla vonsku og takið með hógværð á móti hinum gróðursetta orði frelsað getur sálir ykkar. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Við ætlum að syngja núna lag sem oftast nú sungið einsöng fram hana. Við ætlum að syngja þetta bara saman, kórinn í fyrsta skipti. Takið eftir textanum. Ef þið kunni ekki lagið og fylgist þið bara vel með textanum. Hann fjallar það að það sem snerti mig, að Guð leggur leið það sem engin vegur Hann leiði mig heim þegar mig að vegi ber. Staðföst trúum við því til lagið. Hann leið henni resti.
Þá bið ég ykkur sem eigið auðvelt með á nýjan leik að rísa úr sætum við heyrum heilagt Guðspjall sem skrifað hefur Guðspjallamaðurinn Jóhannes. Og þessi texti ber yfirskriftina Verk andans. Ég hef ekki sagt yður þetta frá öndverðu af því að ég var með ykkur. En nú fer ég til hans sem sendi mig og enginn yðar spyr mig, hvert ferð þú? En hryggð hefur fyllt hjartið þar af því ég sagði yður þetta. En ég segi yður sannleikann. Það yður til góðs að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur. Syndin að þeir trúðu ekki á mig. Réttlætið að ég fer til föður síns og þér sjáum mig ekki lengur og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. En hef ég margt að segja yður, en þér getið ekki skilið það nú. En þegar andi sannleikans kemur, mun hann leiða ykkur í allan sannleikan. Það sem hann segir yður, hefur hann ekki frá sjálfum sér, heldur mun hann segja yður það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan af því að mínu mun hann taka og kunngera yður. Allt sem faðirinn á mitt, því sagði ég að hann tæki af mínu og kunngjörði yður. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Og við játum okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð föður almáttugan skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. Faðir
Já, textinn í kvöld, hann beinir sjónum okkar að heilugum anda sem eina af þremur birtingamyndum Guðs og við játum alltaf. Þegar við erum að kenna fermingarböndunum þá minnum við á að trúarjátningin, hún þrískipt og byrjar alltaf á ég trúi og þá kemur fyrst á Guð föður, skapara, svo kemur ég trúi á Jesú Krist, hans engason frelsara og svo útskýring á lífi Jesú hér á jörðu og svo það síðasta ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisum mannsins og eilíft líf. Og andinn í rauninni viðvera Guðs í líf okkar. Hann lofar að vera með okkur, að skilja okkur ekki eftir munaðarlaus, segir á einum stað. Og það þýðir einfaldlega að þegar við förum í gegnum lífið þá erum við aldrei ein á ferð. Og það var svolítið að þeir voru nú hispurslausir að tala trú sína, þeir væbræður þá sögðu þau svo oft, það bara svo gott að finna að maður aldrei einn. Að geta alltaf trúað á eitthvað stærri en maður sjálfur, þegar maður kvíðinn, þegar maður þakklátur, að vita að maður ekki einn á ferð. Og þessi tilfinning það sem að andinn kallar henni fram. Og andinn birtist okkur á ýmsan hátt og ég gæti bara haft stopp hér og sagt, má ég bjóða ykkur og ég vissum að allir gætu annarkvort skrifað eða sagt eitthvað svona trúalegt augnablik sem þau eiga, sem á einhvern hátt hefur talað til ykkar. Og andinn, hann með okkur í sorg, hann með okkur í stormum lífsins, en líka í sólinni og gleðinni og Guð getur birst okkur á svo óteljandi hátt. Og þegar kristin trú fjallar andan, þá minnir hann okkur á að hann sá sem gengur með okkur, eitt grísku orðið, það þýðir eða sá sem samferðamann í gegnum lífið og svona hjálpar vinur á ferðalaginu, sem leiðbeinir og kennir, stundum hann kallaður huggarinn eða ráðgjafinn og hann veitir kraft og styrk og í fyrsta textanum sem ég las þá með þess að fullyrt að Guð gefi okkur nýtt hjarta og ætli að blása okkur nýjan anda í brjóst. Þannig hann líka innblástur þegar okkur líður illa og fyrirmynd, þá getur Guð opna augu okkar og hann býr innra með okkur og biður fyrir okkur og með okkur. Og svo stundum sagt að friður Guðs sé æðri öllum skilningi, það stendur á einum stað og það hefur maður líka upplifað að andinn getur verið jafnvel á allra erfiðustu stundum. Við prestar þurfum stundum að fara inn í erfiðar aðstæður og mér á svona moment þar sem að ég þurfti að sitja með fólki sem var að missa barnið sitt og mér búin að kvíða svo fyrir að þurfa að vera með þessari stundu hvernig það var, en akkurat þegar það gerðist, þá var það svona helg stund sem að ég get ekki lýst með neinu öðru en það var andi Guðs sem þarna var og svona eins og róaði og það var friður yfir akkurat þeirri stund, þrátt fyrir að það hafi síðan komið mjög erfiðar stundir í jarðarförinni og enn mikill söknuður, að það var samt þessi gjöf akkurat þegar að viðkomandi gaf upp öndina sem var öllum sem þarna voru dýrmætt. Þannig að andinn birtist okkur á ýmsan hátt og það var svo fallega sem var sungið í laginu áðan að hann gefur okkur líka rétta leið til að finna og við trúum því. Og það sem líka svo gott þegar maður les sögu Biblíunnar að maður getur aldrei orðið það villtur eða það illa staddur í lífinu að Guð gefist upp á manni. Það svo margar sögur þar sem einstaklingar voru búin að koma sjálfum sér í vandræði sem voru algjörlega öll á þeirra eigin kostnaði, voru engin fórnarlömb, hefur bara gerendur í vitleysu og búin að koma sér upp á kant við fjölskyldun og allt, en Guð misti samt ekki trúna á þeim. Og ég las daginn svo flott orð sem voru þannig að það oft þeir sem villast sem finna nýju leiðirnar. Og ég trúi því líka að þegar maður fer út á sporinu þá er Guð ekki búin á, hann vill leiða mann og jafnvel
jafnvel getur maður þá orðið fyrirmynd fyrir aðra í að finna nýja og betri leið. En fyrst og fremst andinn samkvæmt kristinni trú raunverulegur ráðgjafi og vinur sem við getum leitað í. Ég veit ekki hvað dróði hingað í sólinni í dag. Kannski eitthvað mótlæti í lífinu. Kannski einhver sem að þú veist sem að hefur það mjög erfitt. Kannski ertu að glíma við erfiðan vinamissi. Kannski ertu vonlítill. Kannski ertu bara akkurat í svo ofboðslega góðu skapi og allt svo mikið blessun og sólin bara leiddi þig hingað inn. Ég veit ekki, en Biblían lofar okkur að Guð með okkur bæði í gleði og sorg. Grætur með grátendum og fagnar með fagnendum. Og það svolítið gaman líka hvað mikið ungu fólki hérna sem ég hef ekki endilega allt séð áður. Það svona, ég ætlaði ekki að gera það. Ég var samt svona, á ég að segja, nei, ég alveg búin að segja hana tvisvar, minnst að tvisvar í sjónvarpið, sko. En þetta bara uppáhaldssami. Þetta svona eiginlega eins og jólasamin og mér finnst ekki hægt að útskýra. Ég veit ekki betri leið til að tala hvað andinn mikilvægur í kristinni trú og hvað auðvelt að gleyma því að við erum aldrei ein. Þetta auðveldara fyrir Liverpool fólk sem að bara you never walk alone. En það gamall sálmur, en við megum ekki gleyma því, sama hvað að gera í lífinu, þá Guð þarna og þegar okkur líður illa þá getur hann opnað augu okkar fyrir því hvað við erum að gera rangt. Það var eitt sem kom fram í textanum, ég tók eftir því. Hann sýnir okkur syndina, það sem sundrar okkur frá Guði, það sem færir okkur frá því sem rétt og gott. Að andi Guðs getur opnað augu okkar fyrir ég á rangri leið og leitt okkur inn á þá réttu. Og andinn getur huggað, veitt frið og styrk. En það þessi ágæta saga sem að Søren Kierkegaard gerði þessa líkingu andakirkjuna. Og það sagan sem ég búin að segja áður. Og það voru endur, svona guag-guag-endur, sem að löbbuðu alltaf í andaþorpinu sem þið byggu og hverjum sunnudegi, þá eiginlega ekki löbbuðu, það kjöguðu svona inn í kirkju. Svo settust þær og tyltu sér á kirkjubekkina eins og hér í kvöld og svo byrjaði andapresturinn að vera með predikun. Og hann var að minna þær á að þær ættu vængi. Við þurfum ekki alltaf að kjaga, við erum ekki bara með þessar tvær fætur, við erum bara með vængi. Og það eru vængirnir sem geta borið okkur hærra en allt og geta gefið okkur yfirsýn og við getum, og hann hélt mikla ræðu hvað vængirnir væru mikil, alveg eins og ég að reyna að gera hérna hvað andinn mikil. Og svo endar hann að segja, og kæru endur, gleymið því aldrei, við erum með vængi. Og það bara var allt brjála í kirkjunni og þær stóðu upp og við erum með vængi og klöppuðu. Og svo lauk messunni og endurnar kjöguðu úr kirkjubekkunum, kjöguðu út kirkjugólfið og kjöguðu svo heim til sín. Og síðan Kierkegaard var að segja þessu sögu til að minna okkur á það sem að boðskapur dagsins við erum með vængi. Við eigum anda Guðs sem veitir okkur styrk í aðstæðum sem við skiljum ekki, veitir okkur visku, ráðgjöf, huggun, opnar augu okkar, veitir okkur innblástur, gleymið því ekki að andi Guðs innra með okkur og anda Guðs að finna ef við leitum hans. Við höfum vængi. Dásamleg frásögn að við höfum vængi. Við getum líka beðið Guð að fylla okkur af, ef við erum vonlítil og eitthvað, þá getum við beðið Guð að fylla okkur af góðvild og samúð og þetta svona bæn sem við ætlum að flytja núna og endilega syngið með okkur.
mig með góðvild og með samgagnvart þeim. Þau sem þú gafst þín son í þennan heim til alls mannkynsins við kærleik minn. Hjálpaðu mér að elska þau eins og þú, með kærleik sem tengir mann við mann og byggir brú. Þegar þau horfi í augun mín, sjá þar ert þú, aðeins við lítið bros finna þau kærleik þinn. Þín ást mikil, ég strauja sem ríkur mætti blíð. Við jú öll við styttast við, því öll sem erum við börn þín. Hjálpaðu mér að elska þau eins og þú, með kærleik sem tengir mann við mann og byggir brú. Þegar þau horfi í augun mín, sjá þar ert þú, aðeins við lítið bros finna þau kærleik þinn. Látt allt mitt líf segja hver þú og frá undrun þeim ást þín gefur mér. Látt allt mitt líf segja hver þú þú góður og trúfastur faðir. Látt allt mitt líf segja hver þú frá undrun þeim ást þín gefur mér. Látt allt mitt líf segja hver þú góður og trúfastur faðir. Þú góður og trúfastur faðir. Hjálpaðu mér að elska þau eins og þú, með kærleik sem tengir mann við mann og byggir brú. Þegar þau horfi í augun mín, sjá þar ert þú, aðeins við lítið bros finna þau kærleik þinn. Hjálpaðu mér að elska þau eins og þú, með kærleik sem tengir mann við mann og byggir brú. Þegar þau horfi í augun mín, sjá þar ert þú, aðeins við lítið bros finna þau kærleik þinn. Halleluja. Muniði, það er bara eitt lítið bros. Það getur gjörsamlega breytt degi einhvers sem þið mætið. Ekki gleyma því. Bara á eftir. Takk fyrir það. Þá er komið að bænastundinni hjá okkur og við hér í Lindakirkju höfum þann háttinn á að það er hægt að sitja bara í sínu sæti og biðja bænarina þaðan. Það má líka standa upp og kveikja á bænakerti fyrir einhverjum sem maður vill biðja fyrir, kannski eitthvað sem hvílir á okkur, einhver einstaklingur í sorg eða eitthvað sem þið hafa áhyggjur af eða viljið þakka fyrir. Og það er líka hægt í bænahallarinn að skrifa niður
þá sérstakt bænarefni sem að verður beðið fyrir næstu vikurnar hér á bænastundum á 50. morgnum. En bænasöngurinn í kvöld, hann tengist því sem að var lofað að Guð gefur okkur nýtt hjarta og það þessi bænarorð úr sálmónum: skapað í mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér stöðugan anda á ný. Við skulum taka þátt í bænastundinni og söngnum og sækja í anda Guðs. Góði Guð, takk fyrir að við megum koma hér saman í þínu húsi til að sækja í þinn anda, þína leiðsögn og þína huggun. Á þessari stundu viljum við sérstaklega biðja fyrir þeim sem syrgja og sakna. Við hugsum til fjölskyldu í hverfinu sem misti ungan mann. Við biðjum fyrir systkinum og foreldrum og öllum þeim sem syrgja. Við biðjum líka fyrir þeim sem glíma við sjúkdóma. Við viljum sérstaklega biðja fyrir konu sem fékk heilablóðfall. Viltu vaka yfir henni og vera með í hennar aðstæðum? Viltu lækna og veita aðstandendum von og henni lækningu? Og öllum þeim sem við þekkjum sem að glíma við sjúkdóma felum við þér með sérstökum hætti líka. Og við biðjum fyrir landin okkar, við biðjum fyrir ráðamönnum og ríkisstjórn, við biðjum fyrir heilbrigðisstarfsfólki og
atvinnuvegum, vaktu yfir þjóðin okkar og hjálpað okkur að vera blessun fyrir náungan. Og þessari stundu biðjum við líka fyrir öllum þeim sem búa við stríðsástand og hungursneyð. Við biðjum sérstaklega fyrir átökum í Ísrael og Gaza. Viltu koma með friðarhug til þeirra sem það ráða. Við biðjum fyrir þeim sem eigum sárt að binda. Biðjum líka fyrir Úkraínu og öllum öðrum styrjöldum í heiminum. Svo biðjum við fyrir þeim sem eru í fangelsi, en líka þeim sem eru í klóm fíknar af sérhverju tagi. Og það sem við erum að glíma við í okkar hversdegi, það sem okkur er sérstaklega hjartfólki, það leggjum við fram fyrir þig á þessari stundu og biðjum að þú veitir okkur huggun, leiðsögn og styrk. Svo segjum við saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Við fáum eitt restlag, Þvílíkur friður er lokaða lagið, en mér langar að minna á eitt og það er að það er eldri borgaraferð, óvissuferð sem er lokapunkturinn í eldri borgurum hjá okkur, verður farið á fimmtudaginn klukkan 10:30 og ég hvet ykkur sem hafi áhuga og er á þeim aldri að koma með okkur í þessu óvissuferð, alltaf góðar stundir á fimmtudaginn núna klukkan 10:30. Þetta skrá sig á lindakirkja.is. En ég bið ykkur að lokum að rísa úr sætum og þiggja hina drottinlegu blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Guðni, má ég auglýsa? Já, heyrðu, þú mátt sko, það má alveg auglýsa tónleikan ykkar. Eftir viku, 29. maí á uppstillingardag, þá verður rigning og leiðinda veður, kannski. Allavega það verður sól hér inni því við ætlum að vera með vortónleikan okkar og ætlum að vera með mjög skemmtilegt og svona hrest prógram, fullt af lögum eftir Andrew Crowds og fullt af flottum svona skemmtilegum lögum og þar verður hljómsveit með okkur, að Palli að sjálfsögðu, Binni og Pétur sem er oft með okkur og kórinn verður mun fleiri held ég vona að einhverjir eru farnir til útlanda og svona eins og gengur gerist en það verður mikið stuð og endilega mætið. Miðarnir eru á tix.is og það bara kost miðix.is, það var ekki sagt með það. Allavega, miðarnir eru til sölu á miðix.is og kostar rosalega lítið. 1000 kall, 2000, nei, 3.900 eða eitthvað. Það er eitthvað allavega fyrir kostnaði. Endilega mætið og við ætlum að enda með einu hressu lagi sem ég samdi fyrir rosa mörgum árum síðan, 20 árum síðan. Kom tíminn bara 1:10, hvílíkur friður er Guð gefur yður. Hverjum einum sé til hans biður, hann gefur þeim von. Þið með syngja með þið, kunnið þetta. Honum má treysta, þú vinur minn
Þakkum Palla, Óskari og kórnum og minnum á tónleikana aftur á miðix.is hægt að fá miðana, en förum í friði og þjónum drottni með gleði.